Fyrra bréf Páls til Kórinthumanna, 1. kafli. Kveðja. Páll, sem Guð kallaði til að vera apostuli Jesú Krists, og Sósþenes bróðirinn heilsa söfnuði Guðs í Kórinthu, þeim sem Guð hefur helgað í samfélagi við Jesú Krist og kallað til að lifa heilugu lífi. Við heilsum einnig öllum þeim sem allstaðar ákalla nafn drottins vors Jesú Krists, sem er þeirra drottin og vor. Náð sé meður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Ávallt þakka ég Guði mínum fyrir ykkur, hann hefur veitt ykkur náð sína í Kristi Jesú. Hann hefur auðgað ykkur á allan hátt svo að þið búið yfir allri mælsku og allri þekkingu. Vitnisburðurinn Krist líka staðfestur orðin á meðal ykkar, svo að ykkur brestur ekki neina náðargjöf meðan þið væntið opinberunar drottins vors Jesú Krists. Hann mun einnig styrkja ykkur allt til enda og gera ykkur óaðfinnanleg á degi drottins vors Jesú Krists. Trúr er Guð sem hefur kallað ykkur til samfélags við son sinn Jesú Krist, drottin vorn. En ég hvet ykkur systkin í nafni drottins vors Jesú Krists að vera öll samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðal ykkar. Verið heldur samlynd og einhuga. Því að heimilismenn Klóe hafa tjáð mér ykkur bræður mínir og systur að þrætur eigi sér stað á meðal ykkar. Ég á við að sum ykkar segja, ég fylgi Páli, og aðrir, ég fylgi Apollos, eða ég fylgi Kefasi, eða ég fylgi Kristi. Er þá Kristi skipt í sundur? Skyldi Páll hafa verið krossfestur fyrir ykkur? Eða eru þið skýrð til nafns Páls? Guði sé lof að ég hef engan ykkar skýrt nema Krispus og Gaius. Þá getur enginn sagt að þið séu skýrð til nafns míns. Jú, ég skýrði líka Stefanas og heimamenn hans. Annars veit ég ekki til að ég hafi skýrt neinn annan. Ekki sendi Kristur mig til að skýra, heldur til að boða fagnaðarerindið, ekki með lærðu orðskrúði. Þá hefði kross Krists horfið fyrir tómum orðum. Því að orð krossins heimska þeim stefna í glötun, en okkur sem hólpin verðum það kraftur Guðs. Ritað ég mun eyða speki spekinganna, og hyggindi hyggindamannana mun ég að engu gera. Hvar vitringur? Hvar fræðimaður? Orðkappi þessa heims? Ekki það sem heimurinn telur speki heimska í augum Guðs? Enda þótt speki Guðs sé í heiminum gátu mennirnir ekki þekkt Guð með sinni speki. Þess vegna ákvað Guð að boða það sem heimska í augum manna og frelsa þá sem trúa. Gyðingar heimta tákn og Grikkir leita að speki, en við predikum Krist krossfestan, gyðingum hneyksli og heiðingum heimsku, en okkur sem Guð hefur kallað, bæði gyðingum og Grikkjum, Krists, kraft Guðs og speki Guðs, því að heimska Guðs mönnum vitrari og veikleiki Guðs mönnum sterkari. Minnist þess systkin, hvernig þið voru þegar Guð kallaði ykkur. Mörg ykkar voru ekki vitur að mannadómi, ekki voldug eða ættstór. En Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gera hinum vitru kynróða og hið veika í heiminum til þess að gera hinu volduga kynróða. Og hið lítilmótlega í heiminum, það sem heimurinn telur einskis virði, hefur Guð útvalið til þess að gera að engu það sem í metum. Enginn maður skyldi hrósa sér fyrir Guði. Honum það að þakka að þið eruð í samfélagi við Krist Jesú. Hann orðinn okkur vísdómur frá Guði, bæði réttlæti, helgun og endurlausn. Eins og ritað sá sem vill hrósa sér, hrósi sér í drottni.
Fyrra Kórintubréf, 2. kafli. Þegar ég kom til ykkar systkin og boðaði ykkur leyndardóm Guðs, gerði ég það ekki með háflegri mælsku eða spekjuorðum. Þegar ég var með ykkur ásetti ég mér að hafa ekkert í huga annað en Jesú Krist og hann krossfestan. Og ég dvaldist á meðal ykkar í veikleika, ótta og mikilli angist. Orð mín og boðun studdust ekki við sannfærandi vísdómsorð. Ég treysti sönnun og krafti Guðs anda. Trú ykkar skyldi ekki byggð á vísdómi manna, heldur á krafti Guðs. Ég tala speki meðal hinna fullkomnu, þó ekki speki þessarar aldar eða höfðingja þessarar aldar sem eiga líða undir lok, heldur tala ég leynda speki Guðs, sem hulinn hefur verið, en Guð hefur frá eilíð fyrirhugað okkur til dýrðar sinnar. Enginn af höfðingum þessa heims þekkti hana. Hefðu þeir þekkt hana, hefðu þeir ekki krossfest drottinn dýrðarinnar. En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, það allt hefur Guð fyrirbúið þeim hann elska. En Guð hefur látið anda sinn opinbera okkur hana því að andinn rannsakar allt, jafnvel djúpin í Guði. Hver veit hvað í manninum býr nema andi mannsins sem í honum er? Eins veit enginn hvað í Guði býr nema andi Guðs. En við höfum ekki hlotið anda heimsins, heldur andan sem er frá Guði, til þess að við skulum vita hvað Guð hefur gefið okkur. Enda segjum við það ekki með orðum sem mannlegur vísdómur kennir, heldur með orðum sem andi Guðs kennir og útlistum andleg efni á andlegan hátt. Jarðbundinn maður hafnar því sem andi Guðs boðar, honum er það heimska. Hann getur ekki skilið það af því að andinn veitir skilningin. En sá sem hefur andan dæmir allt en enginn getur dæmt hann. Því að hver hefur þekkt huga drottins að hann geti frætt hann? En við höfum huga Krists. Fyrra Kórintubréf, 3. kafli. Ég gat ekki systkin talað við ykkur eins og við andlega menn, heldur eins og við menn sem sjá ekki nema sjálfa sig, eins og við ómolga börn í Kristi. Ég gaf ykkur mjólk að drekka, ekki fasta fæðu, því að enn þoldu þið það ekki. Og þið þolið að jafnvel ekki enn, því að enn þá lifið þið í sjálfshyggju. Það metingur og deilur á milli ykkar. Sýnir það ekki að þið látið ekki andan leið ykkur og hegðið ykkur eins og hverjir aðrir menn? Þegar einn segir, ég fylgi Páli, en annar, ég fylgi Apollos, eru þið þá ekki eins og þið voruð áður? Hvað er þá Apollos? Já, og hvað er þá Páll? Þjónar sem hafa leitt ykkur til trúar, og það eins og drottinn hefur gefið hvorum sig. Ég gróðursetti, Apollos vökvaði, en Guð gaf vöxtinn. Þannig skiptir það engu hver gróðursetur eða hver vökvar. Það Guð sem skiptir máli, hann gefur vöxtinn. Sá sem gróðursetur og sá sem vökvar eru eitt. En sérhver mun fá laun eftir erfiði sínu. Því að samverkamenn Guðs erum við, Guðs akurlendi, Guðs hús eru þið. Sem vitur byggingameistari hef ég lagt grundvöll eftir þeirri náð sem Guð hefur veitt mér, en annar hefur byggt ofan á. En sérhver athugi hvernig hann byggir. Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður sem Jesús Kristur. En ef einhver byggir ofan á grundvöllin gull, silfur, dýra steina, tré, hey eða hálm, þá mun koma í ljós hvernig verk hvers og eins
Dagurinn mun leiða það í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er. Ef það fær staðist sem einhver byggir ofan á mun hann fá laun, en brenni það upp mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann komast af en þó eins og úr eldi. Vitið þið eigi að þið eruð musteri Guðs og að andi Guðs býr í ykkur. Ef nokkur eyðir musteri Guðs, mun Guð eyða honum, því að musteri Guðs er heilagt og þið eruð það musteri. Enginn dragi sjálfan sig og tálar. Ef nokkur ykkar þykist vitur í þessum heimi, verði hann fyrst heimskur til þess að hann verði vitur. Því að speki þessa heims er heimska í augum Guðs. Ritað er, hann er sá sem sér við klækjum hinna vitru, og aftur, Drottinn veit að hugsanir vitringanna eru fánýtar. Þess vegna stæri enginn sig af mönnum, því að allt er ykkar hvort heldur er Páll, Apollós eða Kefas, heimurinn, líf eða dauði, hið yfirstandandi eða hið komandi, allt er ykkar. En þið eruð Krists og Kristur Guðs. Fyrra Kórinthubréf, 4. kafli. Þannig líti menn á okkur sem þjóna Krists og ráðsmenn yfir leyndardómum Guðs. Nú er þess krafist af ráðsmönnum að sérhver reynist trúr, en mér er það fyrir minnstu að verða dæmdur af ykkur eða af mannlegu dómþingi. Ég dæmi mig ekki einu sinni sjálfur. Ég er mér ekki neins ills meðvitandi, en með því er ég þó ekki sýknaður. Drottinn er sá sem dæmir mig. Dæmi því ekki fyrir tíman áður en Drottinn kemur. Hann mun leiða það í ljós sem í myrkrinu er hulið og afhjúpa allt sem í hjarta dylst, og þá mun hver sig hljóta þann lofstýr af Guði sem hann á skilið. Þetta hef ég ykkar vegna systkin heimfært til sjálfs mín og Apollós til þess að þið mættu læra af okkur regluna. Farið ekki lengra en ritað er, ekkert ykkar á heldur að sýna yfirlæti og halda með einu á kostnað annars, því að hver gefur þér yfirburði, og hvað hefur þú sem þú hefur ekki þegið? En hafir þú nú þegið það, hví stærir þú þig þá eins og þú hafir ekki fengið það að gjöf? Þið eru þegar orðin mett, þið eru þegar orðin auðug, án mín eru þið orðin konungar. Og ég vildi óska að þið væruð orðin konungar til þess að einnig ég mætti vera konungur með ykkur. Mér virðist Guð hafa sett okkur posturana sísta allra, því að við erum orðnir heiminum að augnagamni, bæði englum og mönnum. Við erum heimskir sökum Krists, en þið vitur vegna samfélags ykkar við Krist. Við erum veikir en þið sterk. Þið eruð í hávegum höfð en við óvirtir. Allt til þessara stundar þolum við hungur, þorsta og klæðleysi, okkur er misþyrmt, við höfum engan samastað. Við stöndum í erfiði og verðum að vinna með eigin höndum. Hrakhyrtir blessum við, ofsóttir umberum við, þegar við erum rægðir uppörfum við. Við erum orðnir eins og sorp heimsins, afhrak allra allt til þessa. Ég rita þetta ekki til þess að gera ykkur kinnroða, heldur til að áminna ykkur eins og elskuleg börn mín. Enda þótt þið hefðu 10.000 fræðara í kristinni trú, þá hafið þið þó eigi marga feður. Með því að flytja ykkur fagnaðar erindið, hef ég fætt ykkur og gert ykkur að hluttakendum í samfélagi Krists Jesú. Ég bið ykkur, breytið eftir mér. Þess vegna sendi ég Tímóteus til ykkar sem er elskað og trútt barn mitt í samfélagi við Drottinn.
Hann mun minna ykkur á hvernig ég þjóna Kristi og hvernig ég kenni allstaðar í hverjum söfnuði. En nokkrir hafa gert sig breiða yfir því að ég ætlaði ekki að koma til ykkar, en ég mun brátt koma til ykkar ef Guð lofar og mun ég þá kynna mér hina mikillátu, ekki orðeira heldur kraft. Því að Guðs ríki ekki fólgið í orðum heldur í krafti. Hvað viljið þið? Á ég að koma til ykkar með hirtingar vönd eða með kærleika og hóværum anda? Fyrra Kórinthubréf, 5. kafli. Fullyrt að saurlifnaður eigi sér stað á meðal ykkar, og það slíkur saurlifnaður sem jafnvel gerist ekki meðal heiðingja að maður heldur við konu föður síns. Og svo eru þið mikillátt í stað þess að hryggjast og rýma brott úr ykkar hópi þeim manni sem þetta hefur dríkt. Ég fyrir mitt leyti, fjarlægur að líkamanum til en nálægur í andanum, hef þegar, eins og ég væri nálægur, kveðið upp dóm yfir manni þeim sem þetta hefur framið. Þegar þið eruð saman komin í nafni drottins Jesú og andi minn hjá ykkur ásamt krafti drottins vors Jesú, skal refsa slíkum manni og selja hann Satan á vald til þess að andi hans megi verða hólpinn á degi drottins Jesú. Ekki hafið þið ástæðu til að státa ykkur. Vitið þið ekki að lítið súrdeig sýrir allt degið? Hreinsið burt gamla súrdegið til þess að þið séuð nýtt deig, enda eruð þið ósýrð brauð. Því að páskalambi okkar slátrað sem Kristur. Höldum því hátíð, ekki með gömlu súrdegi eða súrdegi ílsku og vonsku, heldur með ósýrðum brauðum hreinleikans og sannleikans. Ég ritaði ykkur í bréfinu að þið skilduð ekki umganga saurlífismenn. Átti ég þar ekki við saurlífismenn hér í heimi yfirleitt eða ásælna og ræningja eða hjáguða dýrkandur, því að þá hefðu þið orðið að fara úr heiminum. En nú rita ég ykkur að þið skuluð ekki umgangast nokkurt þann nefnir sig bróður en saurlífismaður eða ásælin, skurðgoða dýrkandi eða lastmáll, ofdrykkjumaður eða ræningi. Þið skuluð jafnvel ekki sitja að borði með slíkum manni. Hvað skyldi ég vera að dæma þá sem eru utan safnaðarins? Eigið þið ekki að dæma þá sem eru í söfniðinum? Og mun ekki Guð dæma þá sem ekki eru í söfniðinum? Útrýmið hinum vonda úr ykkar hópi. Fyrra Kórinthubréf, 7. kafli. Hvernig getur nokkur ykkar sem á sökótt við annan fengið af sér að fara með málið fyrir dóm ranglátra en ekki heilagra? Eða vitið þið ekki að heilagir eiga að dæma heiminn? Og ef þið eigið að dæma heiminn, eruð þið þó óverðugir að dæma í hinum minnstu málum? Vitið þið eigi að við eigum að dæma engla? Hvað þá heldur hversdagsleg efni? Þegar þið eigið að dæma hversdagsleg efni, þá kveðið þið að dómurum menn sem að engu eru hafðir í söfniðinum. Ég segi það ykkur til blygðunar. Þá engin vitur til á meðal ykkar sem skorið geti úr málum milli safnaðarmanna? Í stað þess eigið þið í málum innbyrðis og það fyrir vantrúuðum. Það út af fyrir sig að þið standið í málaferlum hvert við annað í sjálfur sér hnekkir fyrir ykkur. Því líðið þið ekki heldur órétt. Hví látið ekki heldur hafa af ykkur. Þess í stað gerði öðrum rangt til og hafið af þeim og það trúsyskinum. Vitið ekki að ranglátir munu ekki erfa Guðs ríki? Villist ekki. Enginn sem saurlífur, dýrkar falsguði eða lifir í hordómi, enginn karlmaður sem lætur nota sig eða notar aðra til ólifnaðar, enginn þjófur eða fégráðugur, vínsvallari, róberi eða fjársveikari fær að erfa Guðs ríki. Og þannig voru þið sumir hverjir. En þið létuð laugast, létuð helgast, eruð réttlættir. Það gerði nafn drottins Jesú Krists og andi vors Guðs. Allt mér leyfilegt, en ekki allt gagnlegt. Allt mér leyfilegt,
en ég má ekki láta neitt fá vald yfir mér. Maturinn fyrir magan og maginn fyrir matinn, en Guð mun hvort tveggja gera að engu. En líkaminn ekki fyrir saurlífi heldur fyrir drottin, og drottin fyrir líkamann. Guð hefur uppvækið drottin með mætti sínum og mun á sama hátt uppvekja okkur. Vitið þið ekki að líkamar ykkar eru limir Krists? Á ég þá að taka limi Krists og gera þá að skækjulimum? Fjarri fer því. Vitið þið ekki að sá sem liggur með skækju verður ásamt henni einn líkami? Því ritað þau tvö munu verða einn líkami. En sá samlagar sig drottni einn andi með honum. Forðist saurlifnaðinn, sérhver önnur synd sem maðurinn drýgir fyrir utan líkama hans. En saurlífismaðurinn syndgar á móti eigin líkama. Vitið þið ekki að líkami ykkar mursteri heilags anda sem í ykkur og þið hafið frá Guði? Þið eigið ykkur ekki sjálf. Þið eruð verði keypt, vexamið því Guð með líkama ykkar. Fyrra Kórinthubréf, 7. kafli. En svo ég minnist á það sem þið hafið ritað, þá það gott fyrir mann að vera ekki við konu kendur. En til þess að forðast saurlífi hafi hver karlmaður sína eigin konu og hver kona sinn eiginmann. Karlmaðurinn gæti skyldu sinnar gagvart konunni og sömuleiðis konan gagvart karlmanninum. Ekki hefur konan vald yfir eigin líkama heldur karlmaðurinn. Sömuleiðis hefur karlmaðurinn ekki heldur vald yfir eigin líkama heldur konan. Haldið ykkur eigi hvort frá öðru nema þá eftir samkomulagi stundarsakir til þess að þið getið haft næði til bænahalds og takið svo saman aftur til þess að Satan freisti ykkar ekki vegna ístöðuleysis ykkar. Þetta ekki neitt valdboð heldur ábending. En þess óska ég að allir menn væru eins og ég sjálfur, en hver hefur sína náðargjöf frá Guði einn þessa og annar hina. Hinum ógiftu og ekkjónum segi ég að þeim best að halda áfram að vera eins og ég. En hafi þau ekki taumhald á sjálfum sér, þá gangi þau í hjónaband, því að betra að ganga í hjónaband en að brenna af girnd. Þeim sem gengið hafa í hjónaband býði ég, þó ekki ég heldur drottin, að konan skuli ekki skilja við mann sinn, en hafi hún skilið við hann, þá sé hún áfram ógift eða sættist við mannin. Maðurinn á ekki heldur að skilja við konuna. En við hina segi ég, ekki drottin. Ef bróðir nokkur á vantrúaða konu og hún lætur sér það vel líka að búa saman við hann, þá skilji hann ekki við hana. Og kona sem á vantrúaðan mann og hann lætur sér vel líka búa saman við hana, skilji ekki við hann. Því að vantrúaði maðurinn helgaður af konunni og vantrúaða konan helguð af bróðurnum. Annars væru börn ykkar óhrein, en nú þau hrein. En ef hinn vantrúaði vill skilja, þá fái hann skilnað. Hvorki bróðir né systir þrælbundin í slíkum efnum. Guð hefur kallað ykkur að lifa í friði. Því að hvað veist þú, kona, hvort þú munir geta frelsað mann þinn, eða hvað veist þú, maður, hvort þú munir geta frelsað konu þína. Þó skal hver og einn lifa því lífi sem drottin hefur útlutað honum og vera áfram í þeirri stöðu sem hann var í þegar Guð kallaði hann. Þannig mæli ég fyrir í öllum söfnuðunum. Sá sem var umskorinn þegar hann var kallaður breyti því ekki. Sá sem var óumskorinn láti ekki umskera sig. Það skiptir ekki máli hvort maður umskorinn eða ekki, heldur að hann haldi boðorð Guðs. Hver og einn sé kyrr í þeirri stöðu sem hann var kallaður í. Varst þú þræll þú varst kallaður? Set það ekki fyrir þig, en ef þú getur orðið frjáls, þá kjós það heldur. Því að sá sem þræll drottin kallaðan frelsingi drottins. Á sama hátt sá sem var frjáls drottin kallaðan þræll Krists. Þið eruð verði keyptir. Verðið ekki þrælar manna. Bræður, sérhver verði frammi fyrir Guði kyrr í þeirri stétt sem hann var í þegar Guð kallaði hann.
Einlífi hef ég enga skipun frá drottni, en álit mitt læt ég í ljós, eins og sá hlotið hefur þá náð af drottni að vera trúr. Mín skoðun að vegna yfirstandandi neyðar sé það gott fyrir mann að vera þannig. Ertu við konu bundin, leitast þá ekki við að verða laus. Ertu laus orðin við konu, leita þá ekki kvenfangs. En þótt þú kvangist syndgar þú ekki, og ef ógifta konan giftist syndgar hún ekki. En erfitt verður slíkum lífið hér á jörðu. Við því vildi ég hlífa ykkur. En það segi ég, systkin, tíminn orðinn naumur. Hér eftir skulu jafnvel þau sem gift eru vera eins og þau væru það ekki. Þau sem gráta eins og þau grétu ekki. Þau sem fagna eins og þau fagnuðu ekki. Þau sem kaupa eins og þau héldu ekki því sem þau keyptu. Og þau sem njóta heimsins gæða eins og þau færðu sér þau ekki í nyt. Því að heimurinn í núverandi mynd líður undir lok. En ég vil að þið séuð áhyggjulaus. Hinn ókvænti ber fyrir brjósti hvernig hann megi þóknast drottni. En hinn kvænti ber fyrir brjósti veraldleg efni, svo að hann geti þóknast konunni. Hann tvískiptur. Ógifta konan og mærin bera fyrir brjósti að vera heilagar á sál og líkama, svo að þær geti þóknast drottni. En gifta konan ber fyrir brjósti veraldlega hluti, svo að hún geti þóknast manni sínum. Þetta segi ég sjálfum ykkur til gagns, ekki til þess að valda ykkur óþægindum, heldur til þess að þið getið þjónað drottni af alúð og einlægni. Ef einhver telur sig ekki geta vansalust búið með heitmegi sinni enda á manndómskeiði, þá geri hann sem hann vill ef ekki verður hjá því komist. Hann syndgar ekki. Giftist þau. Sá þar á móti sem staðfastur í hjarta sínu og óþvingaður, en hefur fullt vald á vilja sínum og hefur afráðið í hjarta sínu að hún verði áfram mei, gerir vel. Þannig gera þá báðir vel, sá sem kvænist heitmei sinni og hinn sem kvænist henni ekki, hann gerir enn betur. Konan bundin meðan maður hennar á lífi, en ef maðurinn deyr, henni frjálst að giftast hverjum sem hún vill, aðeins að hann sé trúaður. Þó hún sælli ef hún heldur áfram að vera eins og hún Það mín skoðun. En ég þykist og hafa anda Guðs. Fyrra Korinthubréf, 8. kafli. Þá að minnast á kjötið sem fórnað hefur verið skurðgóðum. Við vitum að öll höfum við þekkingu. Þekkingin blæs menn upp, en kærleikurinn byggir upp. Ef einhver þykist þekkja eitthvað, þá þekkir hann enn ekki svo sem þekkja ber. En sá sem elskar Guð þekktur af honum. En hvað varðar neyslu kjöts sem fórnað hefur verið skurðgóðum, þá vitum við að skurðgóð ekkert í heiminum og að enginn Guð nema einn. Því að enda þótt til séu svonefndir guðir, hvort heldur á himni eða á jörðu, enda eru margir guðir og margir drottnar, þá höfum við ekki nema einn Guð, Föðurinn, sem skapað hefur alla hluti og líf okkar stefnir til, og einn drottinn, Jesú Krist, sem allt var til fyrir og við fyrir hann. Ekki hafa allir þessa þekkingu. Vegna vanans við skurðgóðadýrkun eta sumir kjötið enn sem fórnar kjöt og finnst þeir þá sörga sig því að samviska þeirra veik fyrir. En matur færir okkur ekki nær Guði. Hvorki missum við neins þótt við etum það ekki, né ávinnum við neitt þótt við etum. En gæti þess að þetta frelsi ykkar verði ekki hinum óstyrku að falli. Því sjái einhver þig sem hefur þekkinguna sitja til borðs í góða hofi, mundi það ekki hvetja þann sem óstyrkur til að neita fórnarkjöts. Hinn óstyrki glatast þá vegna þekkingar þinnar, bróðirinn sem Kristur dó fyrir. Þegar þið þannig syndgið gegn systkinunum og særið óstyrka samvisku þeirra, þá syndgið þið á móti Kristi. Þess vegna mun ég, ef matur verður einhverju trúarsystkina minna til falls, ekki neita kjöts aldur og ævi til þess að ég verði þeim ekki til falls.